hvað gerist svo þegar þú ert komin heim? Ertu eins og með konuna þína, hvernig kynntist henni? Hvernig kynntist ég Elínu? Ég var að fara að spila körfubolta á Akranesi og það var The Love Boat, hann sildi á milli Reykjavíkur og Akranes. Já. Þú veist hvað bátu það er? Nei, Akraborg. Akraborgi. Love Boat. The Love Boat. Hún var bara að vinna í sjoppunni. Já. Og þú sást hana þar? Já, ég sá hana þar og svo hjólaði ég á hana. Viljandi? Nei, við mættumst fyrir hotn. Ok. Það var gott sko. Já. Og hvað varstu gammal þá? Það bara fiðluð að spila undir þetta allt saman þegar ég fer að útskýra þetta sko. Ég sé það að þetta er hlýjar hjartarættir. Já, þetta er hlýjar hjartarættir. Og hvað varstu gamall þegar þið byrjuðu saman? Ég var að verða 21. Já, ok. Já. Ok, og þið byrjuðu saman það leitið eða? Já, bara það var einhver mánuður. Já. Tilhugalíf. Ok. Langi sandur. Já. Og svona. Já. Rómó. Mjög rómó. Já. Hvernig týpa er hún? Hvernig týpa er Helena? Já. Hún má ekki neitt aumt sjá. Nei. Skulum orða það þannig. Já. Og það er smá uppfærsla í stelpunni sko. Já. Nákvæmlega núna sko. Ég var svo ánægð með hennar í þessu leðjuslag núna sko, því að henni alltaf fundist þetta svo erfitt sko, því að það er allir að vera góðir og everybody love everybody sko. ELI. En ég hef aldrei séð hana jafn svona staðfasta og núna. Já. Og svona, þú veist, það er eitt að vita hvernig átt að bregðast við og svona réttlætiskend og allt þetta. Og svo er annað að vera með svona tilfinningarlega heimild. Já. Þú veistu hvað ég að meina? Já. Þú veist, það er svona þegar geðshræringarnar eru bara komnar með. Þú veist, því að þetta er einn heili en þetta eru 2 hugar. Já. Þú veist, og það er þessi rökhugsun og þetta svona skiluru. Og svo er þessi emotional partur sko sem og þegar þetta fer að læna svolítið saman, þá ertu komin svolítið góðan stað sko. Þannig að ef að einhver hefur svona í kringum mig hefur grætt á þessu sko, þá er það bara hún í dag sko. Já. Þú sér hún alltaf líka bara dóttur mína alveg svoleiðis eflast í öllu þessu mótlæti og læra allt sem hún er búin að læra í gegnum þetta. Og það er bara keppniskap í henni og hún ætlar ekkert að láta hana stinga sig af sko.